Við hittum líka tréskurðarmanninn Stefán Haug sem sker út ótrúlegustu og óvenjulegustu hluti úr tré og hér sést brotabrot af verkunum hans. Á heimili í Mosfellsdal hanga furðulegir munir til skrauts, nærbuxur yfir arninum og skyrta upp á vegg. En þegar betur er að gáð sést að þetta er skorið út í tré og heimilisfæðirinn Stefán Haukur Erlingsson heiðurinn af því. Hann hefur skorið út síðan hann var 11 ára gamall, bæði gestabækur, hillur og lágmyndir, en skemmtilegast finnst honum að skera út óvenjulega hluti og gera eitthvað allt annað en aðrir tréskurðarmeistarar. Við Jón Egill Bergþórsson hittum Stefán í Mosfellsdalnum. Hvað ertu gamall þegar þú manst eftir þér að skera út? Svona 11 ára. Svona Emil í Kattholti aldrinum? Já, það voru til 4 útskorjárn heima hjá foreldrum mínum og þá byrjaði ég að fikta, bara eiginlega upp á þurru, má segja. Það var svona rétt fyrir 90. Þá keyptu foreldrar mínir hillu af manni austur í Þingvallasveit. Og ég sagði, ég get alveg gert svona hillu fyrir ykkur. Og mínu svona máli til stuðnings, þá gerði ég fyrir þar 3 hillur til að byrja með og nokkrar þar á eftir. Og frá því þá fundu þau fyrir mig nám hjá Hannesi Flósasyni, myndskurðarmeistara. Og þar byrjaði ég sirka 15 ára gamall. Og kláraðirðu það nám? Ég kláraði það nám, sko. Þau voru 6 stigin þegar ég byrjaði og við svona suðum saman 7. stigið ég og Hannes svona undir lokin. Og þú átt verk út allt. Við fékkst hérna lánað frá honum Úlfari og 3 frökkum. Frakkarna sem þú gerir handanum. Ég gerði fyrir hann skilti og logoið utan á veitingastaðins fyrir mörgum árum og svo datt mér í hug að færa logoið yfir í þrívídd og þá gerði ég úr birkilurkum drakkana frjá og fór mig til hans. Hvað er það sem þú ert að einbeita þér mest að þessa dagana? Í dag, frakkanir eru eiginlega núna svolítið svona, eru mikið að hugsa um, sko. Það er eiginlega byrjun á þessu öllu saman. Þannig að núna er ég eiginlega að gera föt. Þannig að mér detti í hug að gera skyrtu og skó og jafnvel nærbuxur, bara hvað sem er, sko. Bara föt. Sjá hvað þú kemst langt með þetta. Já. Það er svona bæði svona eitthvað sem er alveg nýtt að ég hef aldrei séð áður úr timbri og það er líka svolítið húmor í því, sko. Þannig að það er voðalega spennandi í dag, sko. Við komum inn og einmitt bara, já, það er hérna gestisnærbuxur sem hanga bara hérna til ferris fyrir allra augum. Hér eru til dæmis skór sem við búið til, sem er sko skuggalega líkir hérna fyrirmyndinni. Hver á þessa fyrirmynd? Konan á skóinn, hún var nú heillengi að leita á hann og fattaði að hann var allt í vinnuborðun hjá mér einn daginn. Þetta er hérna alveg eftir þessari fyrirmynd. Já. En svo erum við hérna með annan skó sem er, ég myndi allavega ekki labba á þessu. Nei, ég held að konan myndi ekki treysta sig þennan heldur, held ég. Það er svona aðeins svo brettur, en þetta er eftir mynd sem ég fann bara á netinu. Já, þetta er bara eftir tvívíðri mynd. Já. Hvað eyðir miklum tíma í þetta? Ég eyðir óalega miklu tíma í þetta. Ég rækta rósir, það er svona atvinnan. Ég er nú fann að segja að þetta sé vinnan og hitt sé orðið bara hálfgerð hobby því ég eyðir svo svakalegum tíma í þetta. En ég er yfirleitt svona til 3 á daginn í rósunum og svo tekur þetta við svona mislengi, stundum fram til kvöldi og helgar líka. Svo er hérna svolítið saman að vinna nú á áhugamáli, það er hérna rósin. Rósinnar, stutt að sækja mótilið. Já, einmitt. En alltaf ég sker út rós, þá fer ég alltaf út og næ mér í blóm og hef það hjá mér bara í vasa. Setja svo bara í ísskápinn á milli til að það haldist allavega í nokkra daga meðan ég er að grófina það. Og hérna, það er langbesta mótilið, það er að fá eitthvað náttúrunni. Já, lifandi. Lifandi. Skyrtan, er hún gerð eftir fyrirmynd eða er þetta upp úr þér? Já, þetta er skyrta sem ég átti sjálfur. Ég lét hana hanga alltaf hjá mér meðan ég gerði hana. Hún var alveg eins allan tíma? Já, hún breyttist aðeins. Ég er svona forðast að reyna að hreyfa hana, sko. Af því hún þurfti að vera þarna í nokkra vikur. Hvað er uppáhaldsmunurinn hérna á þessu borði?
Ég veit ekki. Mér fannst voðalega gaman að gera skóinn og frakkana. Það svona eitthvað sem svona fyrir eitthvað óhefðbundið. Maður er búinn að prófa eiginlega allt saman og það voðalega spennandi núna að gera einmitt eitthvað í þessum dúr, eitthvað sem nýtt. Eru þið svona tréskurðar áhugamenn í svona víðsvegar í heiminum? Eru þið eitthvað að hafa samskipti eins og á netinu og svona sýna munin ykkar og svoleiðis? Já, það er alltaf eitthvað smá. Og hvernig eru þið að fíla þetta? Maður fær alltaf öðru hvoru tölvupósta og svona og það er bara gaman að sjá hvað þeir eru að gera og skoða bara nógu mikið, fá bara nýjar hugmyndir og... En svo er þessi finnst mér alveg ótrúlegur. Hvernig gerir maður þetta? Þetta er nöttur með minni, þetta eru 5 svona... Já, þetta var svona smá challenge, sko. Þetta er birki og málið var að gera aðra kúlu annan í hinni kúlunni en svo vildi ég ganga ennþá lengra og gerði kúlu inn í þeirri kúlu og svo gerði ég kúlu inn í þeirri kúlu og svo pínlitla baun inn í restina. Ég var að festa sko, einstu á skrúu til að maður varla sér þetta, sko. En þetta var mjög erfitt. Þetta er mikil þolinmæði sem er á bak við þetta. Já, annars ég nú ekki mjög þolinmæður. Nú? Maður reyna grófinn á hlutin og vera svona sem sneggstur að því og svo er ég aðeins rólegur svona undir lokin þegar það þarf að fara að fína sér á svona. Já. Er þetta kannski bara svona hugleiðsla fyrir þig? Maður eiginlega hálfpartinn er voðalega kannski erfitt að lýsa því að tíminn hann hverfur. Maður fer að skera út kannski og maður rankar við sér eftir sko 4 klukkutíma og maður heldur að séu 4 mínútur.